Ágætu forráðamenn, í þessu stutta kynningamyndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig við tengjumst Innu, nemendabókhaldi Menntaskólans á Egilsstöðum. Inna er á vefnum og mjög þægilegt að komast inn á hana og skoða hana og nota hana, og þetta er mjög opinn og sveigjanlegu gagnagrunnur sem við erum með og notum. Við notum þá aðferð að fara inn á þetta kerfi á slóðinni 2.2.2.inna.is. Ef við höfum ekki fengið aðgangsorð eða erum ekki með aðgangsorð, þá smellum við hér á gleymt lykilorð á skjánum. Birtist á þessi gluggi hér, þar sláum við inn kennitölun okkar, veljum síðan skólan úr sem að er ræða Menntaskólann á Egilsstöðum og smellum á senda, og þá fáum við send nýtt lykilorð á netfangið sem gefið var upp sem netfang ykkar þegar að nemandinn sótti skólavist í Menntaskólann á Egilsstöðum. Hafið ekki verið skráð neitt netfang, þá þurfum við að hafa samband við skólan og láta setja netfangið inn, þannig að þið getið sótt þetta lykilorð. Því næst, þetta er þá myndin sem kemur þegar að þið eru búin að smella á áfram, þá fáið þið þetta sent lykilorðið á netfangið ykkur. Því næst farið aftur inn á þessa sömu slóð, inna.is, setjið kennitölun ykkar inn hér í kennitalanótandanafnin reytin og síðan þetta lykilorðið sem þið fenguð sent og smellið á staðfesta. Þá birtist ykkur gluggi sem lítur svona út. Þar að segja hérna er forsíðan eða byrjun af glugginn sem þið farið í. Hér má sjá mjög margt. Hér eru nokkri listar til hliðar sem hægt að valmyndir sem hægt að smella á. Miðreitun hérna er síðan upplýsingasíðan sem það sem upplýsingarna birtast. Hér má til dæmis sjá það að þessi nemandi er skráður í þessa tíma á mánudögum. Fyrsti tími klukkan 8:50 íslenska og síðan kemur enska og saga og stærðfræði og listur og menning síðasti tímin og hann er búinn klukkan 4. Hér má sem sagt sjá áfangana sem að nemandinn er skráður í og hópinn sem að nemandinn er í, stofuna sem að áfanginn er kendur í og skammstöðun á nafni kennarans. Í þessu tilfelli Stefánia Ósk Sveinbjörnsdóttir, Margrét Jónsson, Björn Gísli, Tómas og Ólöf Björk. Hér kemur síðan mynd af nemandanum og upplýsingar hann og þeir áfangar sem hann er skráður í. Þið getið skoðað stundaskrá vikunar með því að smella hér á vika hér fyrir ofan og þá birtist ykkur stundatablan alla vikuna. Hér er sem sagt stundatabla þessa nemanda sett upp fyrir alla vikuna. Þannig eru 4 tímar yfirleitt í hverjum áfanga nema íþróttum, þar eru 2 tímar og síðan fær nemandi nýja stundatöflu eftir jól með öðrum áfengum það sem hann heldur áfram í námi. Það er sem sagt annabundi kerfi hjá okkur. Þetta er tiltölulega einfalt, en hér má líka smella á próftöflu þegar hún verður tilbúin og bókalista til að skoða bækurnar sem nemandinn er að nota í þessu námi sínu. En við skulum skoða aðeins betur valmyndirnar sem eru hér til hliðar, þó sérstaklega valmyndina það sem stendur námið. Þar má sjá mjög margar upplýsingar sem að nemandinn getur og þið getið skoðað hjá nemandanum. Hér til dæmis upplýsingar brautir, hvort nemandinn er skráður og hvenær hann er skráður og hvaða braut fyrir sig. Einkunnir munu birtast hér, einkunnir úr grunnskólar hérna er líka svæði hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, en það er Lánasjóðurinn sem sér dreifbýlistyrkin, styrkur sem að nemendur sem að búa langt frá skólanum geta sótt að fá. Þá þarf að vera búið að ganga frá umsóknum dreifbýlistyrk fyrir 15. október næstkomandi. Hér má einnig sjá að nemandinn hefur fengið mat eða einhver áfanga metna úr öðrum skólum. Hér er síðan miðanna mat og við ætlum að útskýra það aðeins betur á eftir og eins námsferil. En fyrst ætlum við að skoða þetta neðsta sem er hérna það sem stendur viðvera. Viðvera er sem sagt yfirlit yfir hvernig nemandinn mætir og kennarar skráin í þetta kerfi á hverjum degi, mætingu nemandans, hvort hann mætti eða hvernig það er, og hér sjáum við þá mynd sem birtist ef að smellt er á viðvera hérna neðst. Hér má þá sjá þessa önn. 2009-2 heitir önnin, það er að segja haustönn 2009. Hér koma áfangarnir sem að nemandinn er skráður í. Fyrsti dálkurinn sýnir tímana sem að nemandinn hefur mætt í. Annar dálkurinn sýnir ef nemandinn hefur verið fjarverandi. Þessi nemandi hefur verið fjarverandi alls í 4 kennslustundum fram til 21. september. Kennarinn hefur verið forfallaður í 3 kennslustundum hér
og síðan kemur að þessi nemandi hann hefur fengið skráð leyfi og það heitist nú þannig á að þessi tímar sem hann hefur verið fjarverandi er einmitt tímarnir sem hann hefur verið í leyfi, því hérna kemur í ljós að hann hefur engin fjarvistastig fengið, þessi nemandi. Hann er þar af leiðandi með mjög góða mætingu, 100% mætingu, en raunmætingin sem er þá í hversu margar kennslustundir nemandin hefur mætt af þeim kennslustundir sem hafa verið kenndar, að hún er hjá þessu nemanda 96% sem er vel viðunandi. Kennarar sem sagt geta gefið mætt, geta gefið fjarvist, geta gefið seint og reynda líka hérna ef er að ræða árekstur í stundatöflu nemandans þá getur kennari skráð það. Skrifstofan skráði síðan forföllin, skráði leyfi ef að leyfi eru gefin, það er bara skólameistari og áfangastjóri sem geta gefið leyfi. Og veikindi eru skráð hérna en almennu reglurnar veikindin er að þau þurfa að tilkynna með fyrir klukkan 10 á morgnana á veikindadegi og það þurfa að forráðamenn að staðfesta þessi veikindi ef að nemandinn er undir 18 ára aldri. Hér má einnig smella á allar annir, þá er þetta að skoða allar annir og mætinguna á öllum önnunum sem nemandinn hefur verið skráður í skólanum og einnig má skoða þetta viku fyrir viku en þið skulu endilega bara skoða þetta og prófa. Ef þið smellið á þessa rauðu reyti hérna þá má sjá yfirlit yfir þessa daga, það er dagsetningar þar sem að nemandinn er skráður fjarverandi eða mættur eða með leyfi. Við skulum síðan líka skoða hérna miðanamatið, það er reitur hér sem þið smellið á fyrir miðanamat, það lítur cirka svona út, eins og staðan er í dag þá lítur að minnsta svona út. Það hefur ekki verið fært miðanamat á þessari önn, en það verður einmitt gert 15. október næstkomandi, þá eiga kennarar að vera búnir að færa miðanamatið. Miðanamatið er einkunn sem að kennari gefur nemanda á cirka miðri önn til þess að við getum séð svona nokkurn veginn hvernig nemandanum gengur í skólanum. Það er tiltölulega grófur skali, það er hægt að fá einkunnina A ef að námstaðan er í lagi, einkunnina B ef að námstöðu þarf að bæta og einkunnina C ef að námstaðan er mjög slök og þar verulegra úrbóta við. Einnig getur kennarinn skráð námsmati 0 ef að upplýsingarna liggja ekki fyrir. Og kennari gefur 2 einkunnir, annars vegar miðanamat sem er þá spurningum hvernig nemandinn stendur í áfanganum í skilningi og hvernig honum mun líklega ganga á prófi og hins vegar er síðan miðanamat vinna en þar eru upplýsingar hversu duglegur nemandinn hefur verið að sinna þeim verkefnum og gera þau verkefni sem að eru í þessum áfangum hjá nemandanum. Sem sagt eftir 15. október fáið þið tölvupóst það sem þið eru mynd á að fylgjast með þessu. Síðasti reiturinn sem við síðan skoðum hérna er námsferill. Ef við smellum hérna námsferill þá birtist okkur námsferill nemandans. Smátt og smátt byggjast þá hér upp annirnar hver fyrir sig og yfirleitt er það áfanga sem nemandinn er skráður í á hverju önn og einkunnirnar sem nemandinn fékk í þeim áfangum. Þessi nemandi hér er til dæmis skráður í þessa áfanga hér eins og við vorum búin að sjá áður. Það stendur hérna Ó sem stendur fyrir ólokið og áfangarnir eru bláir á litinn. Þeir verða síðan grænir þegar búið er að skrá einkunn og áfangin breytist í að vera lokið og ef svo illa fer að nemandi fellur í áfanga þá verður áfangin rauður á litinn og þá kemur F hér í staðinn. Smátt og smátt safnast síðan upp einingarnar. Hér er þessi nemandi búið með 6 einingar á haustum 2008, 6 einingar á vorum 2009 og er núna skráður í 19 einingar þessar önn og nái nemandinn öllum þessum einingum þá er nemandinn komið með 19 plus 12 einingar, 31 einingu. Smátt og smátt kemur sem sagt nýr dálkur fyrir hverja önn með nýjum einkunnum. Þessi námsferill mun smá sem hann byggjast upp þar til að nemandinn útskrifast frá okkur, þá er þetta allt saman að tekið saman á útskriftarskírteini. Þarna getið þið þá fylgst með hvernig nemandinn hefur verið að standa sig á hverju önn fyrir sig og skoðað námsferil nemandans. Ég læt þessu lokið í bili en endilega hafið samband við skólan ef einhverjar spurningar vakna. Takk fyrir.